Já, svekkjandi tap í dag. Hvernig metur þú svona frammistöðuna? Mér fannst bara mitt lið og mínar stúlkur frábærar í dag og eftir svona, hvað maður að segja, fyrstu 10 mínúturnar sem að það var smá svona stress eðlilega, þá gáfum við ekki færi á okkur og þær í raun og veru fá sitt færi bara í lok leiksins sem að nýta vel og skora, en annars var ekkert að sjá það að það væri einhver munur á þessum liðum. Ég get ekki sagt það. Þeir eru betri en nánast allan leikinn. Finnst þér þessi leikur tapast á einhverjum ákveðnum tímapunkti eða bara á þessu færi? Já, bara á þessu færi. Og það er svo sem ekkert skrítið að markið kemur þá á þessum tímapunkti. Þetta er þriðji leikurinn hjá liðinu á 7 dögum, þannig að þarna er þreyta komin í líkama og þannig það er svo sem kemur ekki óvart, en það er ekkert hægt að biðja meira frá FH-liðinu heldur en þetta og þetta gefur okkur svo sannarlega byrjundu báða vængi í framhaldinu. Finnst þér svona, eftir að hafa spilað á móti Stjörnunni í dag, finnst þér mikill munur á að spila við lið úr bestu deildinni eða er ekkert kannski það mikill munur? Já, það er munur á milli deilda, það er ekki spurning, en ég held að við höfum sýnt það í dag að FH-liðið getur svo sannarlega mattsað þau lið sem eru í efstu deild þeirra bestu og ég held að þetta hafi bara verið ágætis statement af það að þeir leikmenn sem voru í FH-búningnum eru á þeim stað að það geta verið í efstu deild. Næsti leikur gegn Augnablik úti. Hvernig líst þér á hann? Það leggst bara rosalega vel í okkur. Nú tökum við hvíld, slökum við aðeins á í 2 daga og hlöðum batteríin og svo bara fókus á næsta verkefni og fókus á deildina. Þetta er það deildi sem skiptir öllu máli fyrir FH-liðið. Þetta var bónus og gaman að taka þátt í þessu leik en nú tekur náttúrulega bara við deildin. Það er hún númer 1, 2 og 3 sem við erum að horfa á. Takk hérlega fyrir.